Amen. Árni, viltu vera með stuttan vitnisburð? Ætlum að fá stuttan vitnisburðina frá Árna. Eittir. Mátt slökkva á sig hérna í móntur. Takk. Góðan daginn, Dísi Guði. Ég ætla að gefa stuttan vitnisburð það hvað auðkenni Guðs mikilvægt. Var hljómað svolítið skringilega það breytt núna. Ég er búinn að ganga með Guði í yfir 34 ár. Ég frelsast 1983 og oft þá var maður svona í því maður gekk göngunum með Guði og var alveg í sigri og allt svoleiðis. En svo kom tímabil hjá mér þar sem að ég var bara lengi vel bara að þrauka og bara berjast fyrir því að þrauka að tilheyra Guði. Og það gerðist í mínu lífi að ég var fyrir áfalli og bara brotnaði niður, ég brotnaði hjarta mínu og fyrir ykkur sem ekki vita þá er Baldur minn nýi forstöðumaður. Ég tilheyri CTF kirkjunni í dag, ég var ekki þar, ég var annars þar áður. Það er svona bara, eitt ár síðan ég kom, eitt ár síðan ég kom inn í kirkjuna hjá honum og þá var ég alveg bara brotinn og bara búinn á því og bara í sárum og Baldur hann byrjaði að tala auðkenni Guðs inn í mig, að Guð elskaði mig nákvæmlega sem ég er og bara það hann talaði það að Guð elskaði mig þrátt fyrir allt að það byrjaði að breyta, það byrjaði að koma lækningin í líf mitt. Og það að heyra að elska Guðs er raunveruleg og vita hérna upp í höfðinu, það er ekki nóg. Þá erum við að þrauka. En leiðum við náum að meðtaka inn í hjarta okkar að hann elskar okkur bara nákvæmlega. Þó við gerum slæma hluti, þó við gerum góða hluti, það breytir ekki elsku Guðs til okkar. Og það að geta meðtekið það inn í hjarta sér, það breytir öllu. Og það segir í Jónas Guðspjalli, 17. kafla, þetta er ný opinber fyrir mig, þessi opinber er bara að koma núna inn í líf mitt, eftir 34 ár á göngunum með Guði. Þar er Jesús að biðja fyrir okkur og hann segir að Faðirinn, hann elskar okkur jafn mikið og hann elskar Jesú Krist. Þetta er versi 23, 17:23. Og það að fá opinberun á þessu, það breytir öllu. Bara að geta sagt, ég er að elska sonur þinn. Heilagi Faðir, ég er að elska sonur þinn og það bara kemur nærvera Guðs. Ég er að elsku dóttir þín, þá bara kemur nærvera Guðs. Meðtaka þetta inn í hjartað. Ég vildi bara deila þessu með ykkur. Að þetta hefur breytt bara í mínu lífi og bara hjálpa mér bara eins og bara frelsast upp á nýtt. Amen. Yndislegt. Frelsast upp á nýtt. Ég vil ekki gefa Árna gott klapp. Það er svo gott að vera elskaður. Það er svo gott að einhver elski mann. Ég var að hugsa í gær að ég er ótrúlega elskaður maður. Kona mín elskar mig, fullt af börnum sem elskar mig, vini mínir elskar mig og það er fullt af fólki sem elskar mig. Fullt af fólki í kirkjunni okkar sem elskar mig, fullt af bræðrum og systrum sem elskar mig. Og ég var að hugsa hvað þetta er stórkostlegt líf að vera elskaður. Og hvað það er auðvelt að lifa í öryggi fjarri kvíða og ótta þegar maður skilur í hjartanu að maður sé elskaður eins og hann var að tala um. En þetta var ekki alltaf svona, ég var ekki alltaf svona elskaður. Því að ég var mjög hataður. Ég fór snemma út á glæpabrautina og byrjaði að snemma að beita á ofbeldi. Þegar ég er 22 ára gamall þá er ég dæmdur í 6 ára fangelsi, var ákærður fyrir 6 stórfelldar líkamsárásir og 1 sem leiddi til dauða. Og ég var hataður. Það var ekki fyrr en að Guð fyrst elskaði mig að elska hans fór að myndast innra með mér og ég lærði að elska mig
af því ég vissi að hann elskaði mig, út frá því lærði ég að elska aðra sem fóru svo að elska mig. Af því enginn getur elskað nema sá sem elskaður af Guði. Og elska hans, hún breytir mér. Við elskum því að hann elskaði okkur. Það fyrsta sem við þurfum að skilja Guð að hann kærleikur. Hann ekki bara til staðar þegar það gengur vel. Hann elskar okkur ekki bara þegar okkur gengur rosa vel. En svo pappinn sem fagnar því þegar þú skoraði mark. Hann var ekki alveg nóg ánægður þegar þú skoraði ekki mark. Hann alltaf ánægður með þig. Líka þegar þú fellur á rassinn. Hvernig veit ég það? Af því að hann segir mér að hann sé betri papp en ég. Og það hann sannarlega. Og hvað gerði ég þegar að yndislega dóttir mín eða sonur minn eða eitthvað af börnunum mínum tók fyrsta skrefin? Hvað gerðu þið? Hvað gerðu þið þegar sáu barnið ykkar taka fyrsta skrefin? Einhver, verum með, hvað gerðu þið? Voruð þið ánægð eða skömmuðu barnið eða þú veist, hvað gerðu þið? Voruð þið ánægð? Ég var svo ánægður, ég setti það á Facebook og ég bara, vá, fyrstu skrefin, þetta er svo stórkostlegt. Rosalega var gaman að sjá þið taka sér skref og fagnaði með barninu mínu, ekki satt? Ég sagði ekki, þetta voru bara 3 skref. Það var ekki, akkur þetta að detta? Akkur dastu eftir 3 skref? Nei, ég var upptekinn af skrefunum sem barnið mitt tók. Alveg eins Guð upptekinn af þinni göngu með honum. Hann ekki upptekinn af því þegar þú mistigu þig. Hann upptekinn af skrefunum sem þú tekið fram að því þegar þú mistigu þig og hvetur þig til að standa á fætur. Af því hann elskar þig. Við getum ekki séð vakningu í líf okkar fyrir við meðtökum þessa elsku Guðs. Hvernig vakning? Hvað vakning? Vakning í líf okkar þegar að fólk alls staðar í kringum okkur verður að horfa til okkar og segir, hvað það sem þú átt sem mig vantar? Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Halleluja. Vandamálið okkar sem mannfólk það eru svo mörg. Eitt af vandamálum okkar gagnvart því að sjá Guð sem föður það hvernig við erum alin upp. Og hvernig faðir okkar hefur komið fram við okkur, það setur á okkur glerugu frá því hvernig við sjáum Guð. Þannig að ég upplifi elsku Guðs í gegnum glerugun sem að samskiptin við faðir minn, jarneskan, hefur verið. Í mínu tilfelli upplifði ég alltaf Guð svo fjarlægan. Hann var ekki til staðar fyrir mig þegar ég var barn og þess vegna upplifði ég hann svo fjarlægan mér. Og ég upplifði ekki að hann gæti verið mér nálægara því ég sá hann í gegnum þessi glerugu sem ég sá föður minn. Því að pappar eru ekki til staðar. Og við erum öll sek á einhvern hátt sem foreldrar. Því að við erum ekki fullkomnir foreldrar. Og Guð ekki að segja að við eigum að vera fullkomnir foreldrar. Guð ekki að leita að fullkomnu fólki til að nota ríki sínu. Hann að leita þér sem brotinn svo að hann geti látið dýrð sína lýsa þig upp. Til þess að enginn geti miklast yfir þeim verkum sem að hann gerir gegnum þig. Svo fólk horfi og segi sannarlega það til Guð. Eins og líf mitt sýnir svo greinilega. Fyrir 10 árum síðan þá var ég nýsloppinn úr fangelsi. Var að flytja inn eiturlyf og var einn af aðal innflytjendum eiturlyfi á Íslandi.
Og það var auðvelt að benda á mig og segja þetta vondi kallinn. En Kristur benda á mig og sagði þetta sonur minn. Þetta barnið mitt. Ég elska þig. Og hann elskaði hel úr mér. Ég var uppfullur af myrkri, ég var uppfullur af djöflum sem að Guð elskaði úr mér. Og í dag á ég fjöldan allan af börnum og ég á yndislega konu, ég er forstöðumaður, ég ferðast heiminn og landið að predika orð Guðs og er að lifa draumana sem Guð hefur gefið mér. Ég var að hugsa það daginn að ég er að vinna sem viðskiptastjóri hjá einu stærsta fjármálafyrirtæki í Íslands og ég var að hugsa hvað þetta er allt skrítið. Ég átti enga framtíð fyrir árið 2002 þegar ég var settur í fangelsi og vissi ég að líf mitt væri búið. Ég vissi ég ætti enga framtíð. Hver myndi ráða eitthvað morðingja í vinnu? Hver myndi vilja veita mér einhverja velvild eftir það sem ég hefði gert af mér? Mitt í samfélaginu sem við erum í núna, þar sem að fólk keppist að dæma aðra og maður getur ekki flett í gegnum Facebooki og sjá dóm yfir hinu og dóm yfir þessu, að þá gleymum við elskunni. Við gleymum þessari elsku sem Guð elskaði okkur með og elskar alla menn með. Við erum öll sekum eitthvað. En það er eins og það sé eitthvað í okkur sem að vill benda á okkur annan og segja hann er verri en ég. Og það er svo ígrundað í okkar synduga eðli að vilja benda á okkur annan. Við viljum dæma. Er ég ekki að tala við kórinn? Erum við ekki að vera raunveruleg? Erum við ekki raunveruleg? Erum við ekki mannleg? Við þurfum öll á Jesú að halda í líf okkar. Af því þegar ég dæmi, þá bendi ég einum putt á þig, 3 á mig og 1 á Guð. Það sem að kemur úr mér hérna lýsir hvað ég á hérna. Ég var alltaf að dæma alla. En svo fann ég að ég var elskaður. Svo fann ég elsku Guð snerta hjarta mitt. Og ég ætla bara að vera heiðarlegur við okkur. Það koma oft upp hugsanir, að mér langar til að dæma. En þá iðrast ég leið og byrja Guð að fyrirgefa mér að ég er elskaður. Þetta er ofta fyrsta sem kemur upp í hug okkar. Við skoðum blöðin í dag, þau eru skrifuð eingöngu til þess að fá þig til að dæma. Lesið fyrirsagnar. Maður les oft fyrirsögn og svo les maður fréttina og það er engin stoð með fyrirsögnuna í fréttinni. Að þetta er gert til að fá okkur til að íta á nappinn, að því fleiri sem að íta á fyrirsögnina og fara inn í fréttina, að þá getur sölumæðurinn farið til fyrirtækina og sagt, við erum að fá hérna 100.000 klikk að í okkar blaði, viltu kaupa auglýsingu? Og við föllum í grifina og við dæmum. 1. Jóhannes 4:16. Við höfum komið til að vita og trúa að Guð elskar okkur. Og það er þessi skilyrðislausa elska. Hafið þið gert mistök? Eitthvað sem hefur gert mistök í henni? Eitthvað sem hefur mistið í sig? Hvað er að fyrsta sem þú hugsaðir? Guð dæmi mig. Ég er ekki nógu góður. Guð kom í heiminn til þess að elska heiminn. Jesús kom inn í heiminn til þess að elska heiminn. Og hann þrái bara að elska þig. Þar byrjar sambandið. Ég reyndi ítrekað að hætta í eiturlyfjum, ég reyndi ítrekað að hætta alls konar slæmum ávönum og ég las allar sjálfshjálparbækur sem til voru til þess að ná árangri í lífinu. En það var ekki fyrr en elska Guð snerti mig sem ég fór að breytast. Og þá fór ég að breytast sjálfkrafa. Ekki að því að ég var að reyna, þú veist að ég verða að biðja klukkutíma á dag. Breytist í
mig langar að biðja klukkutíma á dag. Og þegar ég ekki að reyna að gera eitthvað heldur að mig langar til að gera það, veitir hvað gerist þá? Þá ger ég það. Kristur vill elska þig. Og hann sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvert hann vegurinn? Hann vegurinn til föðurins. Hann endur heimti paradís fyrir okkur. Það sem við samfélag við Guð allt í hennu. Og hvernig, af hverju segir það? Að því að þegar að Jesús gaf upp andan, að þá rifnaði fortjaldið, sjáu þið, og fortjaldið myndi upp á hennan vegg sem var á milli Guðs og manna. Og Guð sagði, aldrei aftur mun eitthvað koma til þess að ég get ekki átt samfélag við börnin mín. Þetta lengsta forræðisdeila sem hefur verið háð í nokkur þúsund ár frá því að við þurftum að fara úr paradís og þá að Jesú dó á krossinum til þess að við gætum átt samfélag við föður okkur á himnum. Til þess að hann gæti elskað okkur. Sjáu, við frelstumst ekki til að fara til himna þegar við deyjum. Við frelsumst til þess að lifa í himnaríki frá deyjinu þangað til við frelsumst og þangað til við förum heim í dýrðina. Og á meðan við erum hérna að þá gefum við af því sem að Guð hefur gefið okkur og við förum að sjá undur, tákn og kraftaverk gerast. Af því að við göngum út á vatnið. En ef við ætlum að bíða heim í stofu eftir því að eitthvað gerist, þá gerist sannlega ekki neitt. En þegar við förum á stað og blessum fólk og gerast undraverðir hlutir. Hvað talar vanlega lengi? Hvað hefur við mikinn tíma? Já, okkur búinn. Amen. Amen. Jóhannes 16, 26, 27. Á þeim degi munið þið biðja í mínu nafni og ég mun ekki segja við ykkur, ég ætla að spyrja föðurinn fyrir ykkur, því að faðirinn sjálfur mun elska ykkur. Ég verð ekki lengur millimaður og milli ykkar og föðurins, heldur mun faðirinn vera inn í líf ykkar. Af því hann elskar ykkur, af því að þið eigið þetta samfélag við hann sem að ég átti við hann. Jesús sagði, ég þarf að fara til þess að þið getið vaknað og farið. Jesús þurfti að fara til þess að þú geti breyst í Jesú og verið erindreki í Jesú hérna á þessari jörðu. Kirkjan snýst að reisa upp leiðtoga og senda út í samfélagið til þess að breyta samfélaginu. Af hverju búum við í svona slæmum heimi? Af hverju búum við í heimi þar sem er ofbeldi, þar sem eru svik, þar sem eru prettir, þar sem er farið illa með fólk? Við út af hverju? Að það er svo mikið af fólki sem hefur ekki fengið að kynnast kærleika Krists. Að því að þegar ég kynnist kærleika Krists, þá þrái ég að gefa hann áfram. Að þetta er eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður. Sjáðu, heimurinn er bara eins slæmur og mannfólki gerir hann. Eru sammála því? En það er í okkar verkarhring að elska heiminn. Og mér langar að henda mér aðeins hérna yfir í Lúkas 10. Það er eitthvað sem gerist í Lúkas 10. Það er bara fyrir Lúkas 10. Þá eru póstularnir að það með Jesú og þeir eru að reyna að reka út illa anda og það er bara að leiða þeim og þeir eru að vekja Jesú og eru svo hræddir við storminn og þeir eru bara eins og bara lítil börn sem að veit ekki alveg hvert þeir eru að fara og allt mistekst sem þeir eru að gera. En svo gerist eitthvað í Lúkas 10. Jesús segir, eftir þetta hvatti drottinn til aðra 72 tölu og sendi þá undan sér 2 og 2. Í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Hann byrjaði að senda út. Ok. Við skulum átta okkur á því að apóstolarnir voru ekkert, þetta voru menn sem að, þú veist, sjáðu, Samaríu, kastaði eld og brennisteini við borgina Jesú. Rasistar. Sjáðu, við
viljum svo oft setja menn í biblíunni eða menn á stall og segja þessi var svo frábær maður eða góður maður. En þetta snýst ekki það. Þetta snýst að þeir lifðu Guð að verka í sér og fullna verkið hið innra svo að þeir getu styrst hið innra til þess að Kristur fá að lýsa í þeim. Það voru ekki fullkomnir menn. Það voru brotnir menn. Þetta voru mennirnir sem fengu ekki að fara, voru ekki kallaðir sem lærisveinar inn í synagógunar. Það var það besta ef þú fækst að fara í læri inn í synagóguna. En þessi menn voru ekki nógu góði til að fara þangað. En Jesú fór til þeirra og náði þá. Fólkið sem kirkjan hafnaði. En það gerist eitthvað eftir Lúkas 10. Það verður allt brjálað. Þeir koma tilbaka og segja bara, wow, það er bara undur og tákn að gerast maður, bara fólk að læknast og frelsast og þetta er bara æðislegt. Og ég trúi því að það séu svakalega lyklar og ég veit ekki hvort ég veit ykkur Edsel Voso en þetta er efni sem að ég fann frá honum sem að gefur mann ótrúlega mikinn skilning á því af hverju hlutirnir breyttust allt í einu í apóstolunum. Og það er það fyrsta sem að þeir gera hérna í versi 5. Hvar sem þið komið í hús, þá segir fyrst friður sé með þessu húsi. Hvar sem þú kemur í hús, þú kemur í vinnuna, Guð, gefðu frið inn á vinnustæða minn. Og sé þar friður sonur, mun friður yðar hvíla, friðarsonur, mun friður yðar hvíla yfir honum, ella hverfa aftur til yðar. Svo er það næsta. Verðum kyrt í sama húsi og neyti þess sem þar er framboðið í mat og drykk. Og hvar, svo vers 8, og hvar sem þið komið í borg og tekið við ykkur, þá neyti þess sem fyrir það sett. Eigið samfélag við fólkið. Ef við byrjum á að biðja frið inn á vinnustæðan okkar, eða þar sem við komum, og svo eigum við samfélag við fólkið. Ok, biðja frið, eiga samfélag. Svo kemur þetta, lækni þá sem eru sjúkir, og síðan kemur og segja þeim svo að Guðs ríkið sé komið á meðal þeirra. Við viljum svo oft byrja á hinum endanum og byrja á Guðs ríkinu. En það var ekki það sem að Jesús kenndi apóstolunum að gera. Hann sagði byrjið að biðja frið, eigið svo samfélag og lærið að þekkja fólkið, mætið síðan þörfunu þeirra og segið þeim svo frá mér. Af hverju hefur við gert þetta svona? Skoðum Pál, apóstola. Tvisvar var hann vísað á borgum. Allavega tvisvar sem er talað um í biblíunni. Og hann er rekinn út og hann er grýttur og það er gert alls konar við hann. En svo nær hann rosa árangri einu sinni. Hvað gerðist þá? Hann hætti að predika í synagógunni og hann fór út á markaðspleysið eða inn í atvinnu, hvað kallar maður þetta? Það sem að fólk er að vinna. Ekki satt? Hann fór þangað út og byrjaði að búa til tjöld. Byrjaði að kynnast fólkinu. Byrjaði að eiga samfélag við fólkið. Út frá þessu fór fagnaðarerindið alla Asíu. Og þegar þeir komu, gyðingarnir og ætlaðu að ráðast á hann, þá stóð borgin með Páli. Af hverju? Að því hann átti samfélag við borgina. Að því hann mætti þörfum samfélagsins. Við höfum svolítið látið félagsmálastofnun taka okkur það sem við eigum að vera að gera. Við eigum að vera að mæta þörfum samfélagsins, kirkjan. Það er okkar hlutverk. Við eigum að vera röddin í samfélagið. Það er okkar hlutverk. Og ég áttaði mig á því á föstudaginn þegar það var allir að tala um það sem er að gerast í þjóðfélaginu og svo var ég spurður hvað finnst þér? Og ég sagði hvað mér fannst og ég sagði að mér líkaði illa við galdrabrennur. Að brenna nornir, það var ekki í anda kærleikans og ég talaði það sem að mér fannst og það var þögn á vinnustæðanum eftir það. Það var ekki talað meira um þetta. Kirkjan hefur mist
kraftin sinn til að tala út af því að við höfum verið of upptekin af því það sem að fólk að gera ránt og of lítið upptekin af því að Guð elskar þetta fólk. Við höfum verið of upptekin á að predika fagnaðarerindi á þess að þekkja fólkið. Og við þurfum að teygja okkur inn í samfélagið fyrst og fremst og við þurfum að mæta þörfum samfélagsins. Það okkar hlutverk. Þegar að þú ert búin að vera að mæta þörfum einhvers og ert búin að sýna honum að þú elskar hann, hversu auðvelt að segja honum þá frá Jesú? Þegar það allir með skoðanir. Og skoðanir langa oftast byggðar á misskilning. Það þannig. Já, það einhver hérna. Þannig að systkini, látum ljós Jesú Krist skína í okkur. Sjáum þörf í samfélagi. Hver þörfin hérna? Hver þörfin í samfélaginu? Ein þörf sem ég búin að sjá, það að tengja saman fjölskyldur. Þú veist, ég fór út að borða fyrir svo allir síðan og inn koma feðgin og þau setjast niður og panta matinn, taka upp síman. Svo kemur maturinn, leggja frá síman, búin að borða, taka upp síman og þau bara töluðu ekki einu sinni saman. Þau áttu ekki nein samskipti. Og hvað að gerast allstaðar í heiminum? Kvíði og ótti að vaksa. Einmanaleiki, það dóu fleiri í fyrra úr einmanaleika en úr reykingum. Einmanaleikin að taka hjart okkar mitt í öllu tálsýnin það að þetta séu samskiptamiðlar við erum föst með andlitið í tölvunni. Sjá hérna, ég með síman og pabbi, býta aðeins. Pabbi, býta aðeins. Kannast þið það? Við verðum að vera heiðarlega við okkur sjálf ef við viljum breytast. Ég hef það fyrir reglu heima á mér frá klukkan 5 til 20 mínútur yfir 7 þá slökknar á símanum mínu sjálfkrafa. Af hverju? Að þetta mikilvægasti tíminn til að byggja upp fjölskylduna. Og hvað gerist ef við byggjum ekki upp fjölskyldunar? Börnin þau fara út í eymdina. Af hverju ætli sé svona mikið af sjálfsmorðum á Íslandi? Að því að vantar þessa tengingu við fólk. Af hverju gefst fólk upp? Að því að maður upplifir að maður sé einn á báti og maður get ekki meir og maður baggi á öllum sem maður þekkir. Hvernig veit ég að því ég búin að reyna að drepa mig? Ég búin að vera á þessum stað að ég upplifi að ég væri einskisnýtur og það væri best fyrir alla ef ég myndi bara deyja. Kirkja, við þurfum að vakna. Þurfum að vakna. Þetta snýst ekki að koma á samkomu og fá gæsahúð eða fá uppörvandi orð. Þetta snýst hvað við gerum á milli frá mánudegi til laugadags. Það var vitur maður sem sagði það verður rosaleg vakning allan heim. Ef að fólk fyrir að haga sér á mánudögum til laugadags eins og að haga sér í 2 tíma á sunnudögum. Þjónaðu nágrannaðinum. Taktu eftir nágrannaðinum. Já, Guð, ég á að vera pastor. Hvenær kemur kirkja mín? Guð, þú sagðir ég ætti að vera pastor. Kannski kirkja í nágrannaðin. Stofnaði heimahóp. Taktaði fólk. Elskaðu fólk. Ef við byrjum að elska fólk og við byrjum að sýna fólki áhuga, þá fyrir við að miðla Guðs ríkinu. Amen. Halleluja. Jesús. Biðja frið, segi þetta með mér, biðja frið, eiga samfélag við það, mæta þörf og predika fagnaðarerindi í þessari röð. Hvað þýðir þetta allt saman? Jóhannes 17:23. Guð elskar okkur alveg mikið og hann elskaði Jesú. Trúið þið að Guð elskar Jesú? Hann elskar þig alveg mikið og hann elskaði Jesú. Trúir því? Hann elskar þig alveg mikið og hann elskaði Jesú. Sér hver góð gjöf kemur frá honum. Jakobsbréfið 1:17.
Hann hefur elskað okkur með ævarandi kærleik. Jeremía 33. Drottinn nálægt þeim sem hafa brotið hjarta og hjálpar þeim sem hafa sundumarinn anda. Sálmarnir 34:18. Í Biblíunni orðið faðir notað í Gamla testamentinu 15 sinnum. Í Nýja testamentinu notað 245 sinnum. Í síðasta samtali Jesú notaði hann orðið faðir 50 sinnum. Jesús var að benda okkur á elsku föðurins sem fyrir okkur. Að hann þráir að elska þig. Að hann þráir, við getum fengið smá píanóleik, eða gítarspila annað. Hann þráir að elska þig og mæta þér og ég trúi því að Guð vilji gera kraftaverk hérna í dag. Ég trúi því að hann vilji gefa okkur yfirflæði af elsku sinni og leyfa okkur að upplifa. Hvað það að vera frjáls? Hvað að vera frjáls? Ég get sagt ykkur það að ég var svo uppfullur af kvíða og ótta. Ég hef aldrei, ég var með ég veit ekki hvað það heitir í dag. Hvað heitir það að maður þorir ekki að vera kringum fólk? Félagsfælni? Ég var með rosalega mikla félagsfælni, mér leið rosalega illa í kringum fólk, sérstaklega ég þekkti það ekki mjög vel. Og ég átti mjög erfitt með að vera í kringum fólk. Ég hef aldrei getað tekið upp míkrafón og farið að tala í hann. En það akkurat einmitt kannski út af því sem Guð notaði mig til þess að tala í míkrafón. Síðustu 10 ár hef ég predikað í míkrafón og séð þúsundir manna gefa Guð líf sitt. Ég predikað hérna heima og erlendis af því að Guð hefur kallað mig inn í það hlutverk. Af því að Galatabréfið 4:5-7 segir til þess að hann keypti lausa þá sem var undir lögmáli og við fengum barnarétt, að ég er barn Guðs. Og fyrst og fremst vill hann elska mig. Fyrst og fremst vill hann, eins og ég, eiga samfélag við börnin mín. Hann vill eiga samfélag við þig. Þú þarft ekki að biðja til að komast inn í nærveru hans. Þú þarft ekki að Drottinn bara ef þú vildi vera með mér. Nei, hann þráir að vera með þér. Hann þráir að elska þig. Hann þráir að umvefja þig kærleik sínum. Það er hans þrá. Það er ekki eitthvað sem við þurfum að biðja um. Hann bara elskar að eiga samfélag við okkur. En þar sem þér eru börn, þá hefur Guð sent anda sonar síns í hjörtu vor sem hrópar Abba Faðir. Og Abba Faðir, orðið Abba á hebresku, sama orð og við myndum segja pabbi. Ekki formlegur faðir. Það geta allir verið feður. Það getur tekið innan við 3 mínútur að vera pabbi. Að vera faðir, en það geta ekki allir verið pabbi. Við eigum að vera mamma og pabbi. Það er eitthvað náið við það, ekki satt? Þú ert þá ekki fram að þræll, þetta er sonur. Og þú ert sonur, þá ertu líka erfingjar ráðu Guðs. Við erum ekki framar þrælar. Þetta eru við synir og dætur. Skulum lúta höfðu systkini. Halleluja. Synir og dætur. Halleluja. Jesus.